Ja, kæru ráðstefnugestir, ég skal vera mjög stuttorður. Það sem ég vil segja það fyrst og fremst að í stefnu Háskóla Íslands til árið 2016 lagt upp með að efla tengsl samfélagsins, háskólans við samfélagið, og það var markmiðin hjá okkur í dag að tilgangurinn að vekja athygli á margþættu vísinda- og kennslu- og rannsóknarstarfi í Háskóla Íslands og hvernig við getum stuðlað að farsælli öldrun í íslensku samfélagi. Ég ætla ekki að fara að endurtaka allt þetta góða. Ég vil fyrir hönd Háskólans þakka öllum fyrirlesurum og öllum sem hafa komið hérna kærlega fyrir flott erindi og flottar umræður, ráðstefnustjórum einnig, og að því búinu vil ég gefa orðið yfir á, það var hugmyndina Lárus Blöndal hér í dag, hann því miður ekki viðlátinn, en í stað hans hér Sigríður Jónsdóttir, fræðimaður og efnafræðistofnun Raunvísindastofnun Háskóla Íslands og liðsmaður í framkvæmdastjórn ISI til áratuga, geti sagt, og vil ég gefa henni orðið sem síðasti ræðumann í dag. Takk fyrir. Kæru ráðstefnugestir, ég heiti Sigríður Jónsdóttir og ég formaður fræðslu- og þróunarsviðs Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Og það heiður fyrir mig að fá að ávarpa ykkur hérna stuttlega í dag, og ég geri það í forföllum forseta ISI, Lárusar Blöndal, en hann vant við látin og gat ekki komið, bara okkar á milli, hann á leiðin til útlanda í þessum töluðu orðum. En það mér mjög ljúft að fá að ávarpa ykkur hér í dag, sérstaklega vegna þess að Háskóli Íslands nú mér starfsvettvangur og mér finnst ég vera svona hérna á heimavelli. Ég ekki íþróttafræðingur og ég efnafræðingur, starfa eins og Ellingur benti hérna á Raunvísindastofnun Háskólans, og fyrir ykkur sem fylgist með sjónvarpi, þar kenni ég almenna efnafræði og svona CSI-fræði, eins og það voðalega vinsælt í sjónvarpinu í dag. Þannig að þegar ég segi við mína stúdenta, ef þið trúið mér ekki, þá allavega trúið þið sjónvarpinu. En Háskóli Íslands, það var minnst á hérna áðan ávarpi að hefur verið mjög jákvæður í garð þeirra sem fara á eftirlaun, að veita þeim starfsaðstöðu hér innan skólans, og einn af mínum samstarfsmönnum á Raunvísindastofnun Páll Nokkur Theódórsson, sem heldur ótrauður áfram í sínum rannsóknum á hérna upphafi landnáms og var einmitt hjá okkur með erindi þess eðlis hér ekki alls fyrir löngu. Þannig ég hitti Pál á hverjum einasta degi. En við í stjórn ISI erum þarna áhuga, þetta mitt hobby, og við höfum þá hugsjón, og ég trúi því að með störfum okkar fyrir íslenskt íþróttastarf þá leggjum við okkar að mörkum til þess að bæta lífið í landinu. Og ég kem náttúrulega að þessu hérna svona út frá íþróttalegum sjónarhóli. Ég biðst velvirðingar á því að ég kom hérna seint inn, ég ætla ekki að útskýra hvers vegna, en ég hafði heyrt reyndar erindi hans Janusar, hef ég séð hans niðurstöður hér áður, en ég heyrði hér sem seinni hlutana af þessum erindum sem hérna voru. Og ef við fylgjumst með íþróttum á Íslandi í fjölmiðlum, þá ber náttúrulega eðlilega hæst á afreksíþróttum, við heyrum mest af því, en það má ekki gleyma því að íþróttir eru fyrir alla. Það fyrir fólk á öllum aldri, fyrir börn, unglinga, ungt fólk, miðaldra fólk og svo eldri borgara. Og þessi umræði hérna áðan hvað þetta kalla eldri borgara, við getum vantarlega einhvern tímann komist að pólitískri niðurstöðu það, en leið og við værum búin að því þá væri farið að misnota það orð og þá verðum við ósátt við orðið og myndum finna eitthvað nýtt orð. En það var minnst á hérna áðan, þetta með að draga fólki dilka, og ég vil bara segja það hér. Ég alin upp á heimilið þar sem var langafi minn og langamma, amma mín, mamma mín, ég og aðrir ættingjar, og ég mjög lánsöm. Ég hafi mjög rík af því að hafa kynst eldri borgurum og fullorðnu fólki, gömlu fólki á þessum árum. Ég var bara pínlítil stelpa og þetta var bara hluta af fjölskyldunni. Þannig að þetta eitthvað sem að ég tel að sé eðlilegt í samfélagi. Samfélag samfélag fólks á öllum aldri, og ég eiginlega mótfallið því að draga fólki dilka eftir aldri, bara svo við komum því hérna að. En íþróttahreyfingin, hún væri ekki þessi fjöldahreyfing sem hún í dag, ef fólki þætti þáttakan í íþróttum leiðinleg. Hreyfing skapar vellíðan, hún bætir heilsuna, og við sjáum fylgni á milli velgengni í skóla annars vegar og íþróttaþáttöku. Og í okkar samfélagi hefur náttúrulega undanförnum árum, eins og hér hefur komið verið mikil vitundavakning í samfélaginu í átt að hvers konar almenningsíþróttum. Og þar eru sjálfsögðu eldri borgarar ekkert undanskildir. Enda það nú bara þannig, það hættir ekkert að vera gaman í íþróttum þó maður eldist.
Og þeir sem voru í íþróttum á unga aldri, við viljum bara halda áfram. Við finnum kannski eitthvað annað fyrir okkar hæfi, við erum ekki eins fljót að hlaupa eins og við vorum hérna, þegar við vorum yngri og við getum ekki hreyft okkur eins hratt. En svo ég gerir nú Gísla Einarsson sem allir hérna inni þekkja, þegar hann var að taka hérna svona aðeins púlsinn á íþróttunum og gerði aldrei gís á okkur, að þá sagði hann til dæmis golf að það væri svona íþrótt fyrir sko gamalt fólk og veikburða, þó að golf var náttúrulega séð þessu algjörlega ósamála. En það nú bara þannig að hreyfing, hún sko ekki bara jákvæð þessi líkamlega, heldur hreyfing styrkir líka andlegt atgerfi. Og við vitum það öll, vöðvar sem við notum ekki, þeir einfaldlega rýrna og hverfa. Og ég hef þá trú að það hljóta að vera gott fyrir eldri borgara og eldra fólk að hreyfa sér reglulega og það ekki nóg að trúa. Við getum allavega í þessu tilfelli sannaða, bara gert rannsóknir á því og séð hvort að þessi trú okkar eigi við rök að styðjast og ég tel að það hafi örugglega verið sýnt fram á það hér í dag. Enda á öllum sviðum, hvort sem það íþróttasviðinu eða annars staðar, þekking algjör undirstaða framfara á öllum sviðum samfélagsins. Við hjá ISÍ höfum átt afar gott samstarf við Háskóla Íslands og menntavísindasvið með íþróttir, eða hvað kallið þetta, Erlingur? Íþróttafræði, já, eins og kannski þið mörg ykkar vitið, það búið að vera að breyta svo mikið nöfnum hérna í háskólanum, að maður ekki fyrir búin að læra að segja orðin á þess að hika við og hiksta, að það var búið að breyta þeim, þannig að þá fara maður að byrja upp á nýtt. En allavega, þess að það sé engin misskilningur. Og í fyrra skrifuðum við hjá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands undir samstarfssamning við Háskóla Íslands með það markmið að auka samstarf á sviði rannsókna og íþróttafræða, en ekki bara það, heldur sko íþróttir og þessar rannsóknir, þær koma náttúrulega miklu víðar að. Það ekki bara íþróttirnar og rannsóknir á íþróttafræðum, heldur líka þetta á þetta við félagsvísindi og þetta á til dæmis við heilbrigðisvísindi sömuleiðis. Þannig að markmið með þessu að efla tengsl og samstarf ólíkra fræðasviða og öðlast þar með aukna þekkingu á samfélaginu. Og við viljum svo sem vekja athygli á því hvernig rannsóknir við Háskóla Íslands og vera hluti af því geta stuðlað að betra lífi í okkar landi og til að mynda farsælli öldrun eins og hér hefur komið fram. Og það afar mikilvægt fyrir okkur hjá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands að hafa aðgang að fagfólki á sviði íþrótta eða íþróttafræðum og varðandi fræðasamfélagið að sjálfsögðu líka tengslin í hina áttina. Það mjög mikilvægt fyrir rannsóknar umhverfið að geta haft aðgang að íþróttafólki til þess að geta síðan stunda sína rannsóknir. Og þetta önnur ráðstefna sem við stöndum að síðan að þessi samstarfssamningur var undirritaður. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég vil þakka öllum kennurum Háskóla Íslands sem hafa lagt sitt af mörkum og í þessu samstarfi. Þetta okkur afar mikilvægt. Ég vil þakka sérstaklega öllum fyrirlesurum sem hafa verið hér í dag og verið með innlegg á þessari ráðstefnu og hafa þar með miðlaða sinni þekkingu til þeirra sem væntanlega eru að starfa meðal annars að málefnum aldraðra og ég vona að þetta verði okkur hvatning að aukinni hreyfingu og ég verð að nota tækifærið og benda á hreyfitorkið sem svona samstarfsverkefni okkar og ýmissa stofnana í samfélaginu sem að láta sig þetta málaflokk varða. En þetta svona heimasíða, það sem að fólk getur farið inn og fundið raun og veru hreyfingu við sitt hæfi. Maður geta í sínu nær umhverfið bara leitað að hvað í boði og flett þessu upp og nýtt sér það. En þetta byggir að sjálfsögða því að þeir sem eru með þetta framboð að þeir skráu þetta inn á þessa heimasíðu. Og það kom hérna fram áðan með sveitarfélögin. Það eru fjölmörg sveitarfélög sem leggja eldri borgurum til íþróttahús, bæði til göngu og líka bara til líkams- og leikfimiæfinga og sundstaðir standa þeim sömuleiðis opnir. Kæru ráðstefnugestir, ég vona að þessi ráðstefna hafi þið séu ánægðir með þau framlög sem hér hafa verið og þið hafi orðið margs vísari með þessi erindi sem hafa verið hér flutt og þetta verði ykkur hvatning til áframhaldandi góðra verka. Með þessum orðum þá slít ég þessa ráðstefnu, farsæl öldrun og þakka ykkur öllum fyrir komuna. Takk fyrir mig.